70% af mannslíkamanum vatn. Ef líkami okkar tapar 1–2% af þessu vatni munum við þjást af miklum þorsta. Ef við missum 5% af þessu vatni förum við í dá. Og ef við missum 12% deyjum við. Ekki aðeins menn heldur engin lifandi vera getur lifað án vatns. Þess vegna vatn lífið sjálft. Rétt eins og við þurfum vatn fyrir líkamlegt líf okkar, þurfum við lífsvatn fyrir andlegt líf okkar. Hver getur gefið okkur lifandi vatn sem við þurfum fyrir andlegt líf okkar? Við skulum komast að því hver gefur lífsvatn í hverri öld í Biblíunni. Jehóva á öld föðurins. Jesús á öld sonarins og Andinn og brúðurinn á öld heilags anda gefa lífsvatn. Í allar aldir hefur það alltaf verið Guð sem gefur lífsvatn. Hverjir eru þá andinn og brúðurinn sem gefa okkur lífsvatn á þessum tíma? Opinberunarbókin, kafli 22, vers 17. Og andinn og brúðurinn segja: Hver sem vill fær ókeypis lífsins vatn. Andinn er Guð faðirinn. Hver er brúðurinn? Opinberunarbókin, kafli 21, vers 9–10. Kom hingað og ég mun sýna þér brúðuna, eiginkonu lambsins. Sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Það stendur að brúðurinn sé himneska Jerúsalem, eiginkona lambsins. Hver er himneska Jerúsalem fyrir okkur? Galatabréfið kafli 4, vers 26. En Jerúsalem, sem er í hæðum, er frjáls og hún er móðir vor. Himneska Jerúsalem er móðir okkar. Þess vegna, brúðurinn sem gefur okkur lífsins vatn ásamt andanum, Guð faðir, er Guð móðir. Hvernig munu þeir þá gefa okkur lífsins vatn? Jóhannesarguspjall kafli 6, vers 54. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Hvernig getum við etið hold Jesú og drukkið blóð hans? Lúkasarguspjall kafli 22, vers 15. Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Þessi kaleikur er hinn nýi sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er úthellt. Jesús sagði að páskalamsbrauðið væri hold hans og páskalamsvínið væri blóð hans. Þegar við höldum páska nýja sáttmálans getum við meðtekið lífsins vatn og öðlast eilíft líf. Vinsamlega haldið páska nýja sáttmálans og takið á móti lífsins vatni frá Guði föður og Guði móður.